Fyrsti ársfjórðungur var virkilega góður og viðburðaríkur, en við stigum mikilvæg skref á tímabilinu sem munu spila stórt hlutverk í framtíðarvexti og þróun Kviku. Það sem ber helst að nefna að gengi var endanlega frá sölu á tryggingafélaginu TM til Landsbankans, en stór hluti söluandvirðisins hefur verið greiddur út til hluthafa með arðgreiðslu og kaupum á eigin bréfum. Umtalsverður hluti situr hins vegar eftir sem eigið fé í bankanum og mun leggja grunn að vexti á næstu árum. Þar má til dæmis nefna að við stefnum á að bjóða upp á húsnæðislán í gegnum Auði, við lukum einnig endanlega við kaup á hlut stjórnenda í Ortus og á bankinu allt hlutafé í félaginu. Þessi kaup gera okkur kleift að samþætta bresku starfsemin okkar, lækka kostnað og endur fjármagna óhagkvæmari erlenda skuldir og leggja grunninn að frekari vexti í Bretlandi. Kvika nú í öfundsverðri stöðu til að sækja fram og vaxa, líkt og áætlanir bankans gera ráð fyrir. Bankinn með afar sterkar eiginfjár og lausafjárstöðu eftir söluna á TM og stöðugar vaxtatekjur hafa komið í stað sveiflukenndari tekna af tryggingastarfsemi. Innviðir bankans sem hafa verið aðlagaðir að brottferð TM úr samstæðunni eru öflugir og skalanlegir, sem leggur góðan grunn að framsókn okkar á Íslandi og í Bretlandi. Rekstur bankans á fyrsta ársfjórðungi var prýðilegur, en rekstrarreikningurinn litast þó að fjölda einskiptisliða á tímabilinu sem koma til vegna sölu á TM, kaupa á eftirstandandi hlut í Ortus og tilheyrandi aðlögun á innviðum. Það sem jákvætt í uppgjörinu að vaxtatekjur eru að aukast úr 2,3 í 2,9 milljarða eða 25% milli ára. Aukningin kemur til vegna stærri lánabókar, hagstæðari fjármögnunarkostnaðar og hárri stöðulaus fjár. Sé horft fram hjá einskiptisliðum eykst arðsemi bankans fyrir skatta 31% milli ára, sem útskýrist að mestu leyti á verulegri aukningu vaxtatekna. Áætlanir okkar hafa gert ráð fyrir aukningu vaxtatekna eftir því sem lánabók bankans stækkar og því ánægjulegt að sjá þau áhrif koma fram samhliða sterkum vaxtamun. Þá heldur aðhald í rekstrarkostnaði áfram og sé leiðrétt fyrir einskiptisliðum lækkar kostnaðarhlutfallið frá síðasta fjórðungi. Efnahagsliðir eru einnig sterkir, lánabók bankans vex umtalsvert í fjórðungnum og jákvætt að sjá að útlánagæði aukast samtímis, en lán á stigi 3 minnka verulega á milli fjórðunga, sem skýrist á lækkun lána á stigi 3 í Bretlandi. Lausafjárstaða há, sökum uppgjörs á kaupverði TM og eiginfjárhlutfall bankans gríðarsterkt eða 23,9% sem 5,9% yfir mörkum eftirlitsaðila og leggur góðan grunn að frekari vexti Kviku á komandi misserum.